Já, verið velkomnir góður áhorfendur hér í KA TV. Hér eru að fara að sýna stórleik í Missúnadeild karla í blaki. KA gegn HK. Þessi lið mættust í gær. Það leik sýndum við einnig í beinni. Þá fengum við Odda Hrinu, svakaleg spenna. KA vann 3-2 eftir að HK komist í 2-1. Og ég held að við getum alveg klárlega búist í því að hér verði alvöru leikaræða. HK þarf nauðsynlega á sigri að halda, þeir ætla að halda yfir KA í toppbaráttunni. Þetta eru þessi tvö bestu lið landsins. KA er eftir þennan sigur í gær 11 stigum fyrir ofan HK í deildinni. HK á þessu 2 leiki til góða. Þannig að segja að sé 5 stiga munur á liðunum. HK getur með 3 stiga sigri í dag, minnka það niður í rauninni 2 stig. Við skulum renna yfir liðin hjá liði HK. Þar er nummer 2 Ísmar Hadzirsebovic, nummer 3 er Lúðvík Már Mattíasson, nummer 4 er Hermann Hlinsson, 7 er Theodor Óskar Þorvaldsson, nummer 9 er Andreas Hilmir Halldórsson, 11 er Elvar Örn Halldórsson, 12 Benedikt Baldur Tryggvason, 14 Kári Hlinsson, 15 Kristófer Björn Ólafsson Proppi, nummer 17 Valens Thor Ingimundarson, 19 Bjarki Benediktsson, nummer 20 er Arnar Birki Björnsson og þjálfari þeirra er að sjálfsögðu Massimo Pistoia. Þetta er öflugt lið sem að gestirnir hafa á að skipa og eins og segið, þessi leikur í gær var svakalegur, mikil spenna og mátti ekki miklu muna að HK fæði með sigur á hólmi, eins og segið, komast í 2-1. En við skulum renna yfir lið heimamanna og byrjum á honum Birki Frey Elvarsinni, libero. Næstur er Alexander Arnar Þórisson, mjög öflugur landsliðsmaður. Arnar Már Sigurðsson, mikill leiðtogi í þessu liði. Stefano Nassini Hidalgo átti stórleik í gær. Mason Kastner, það er sem að kláraði og loka stigið í gær. Filip Pavel Sjevsik, einhver besti blak landsins, ótrúlegur kappi. Miguel Mateo Castrillo, stigasti leikmaður KA í leiknum í gær. Þorvaldur Martin Jónsson spilaði ekki kannski voðalega mikið í gær. Sigþór Helgason, einnig landsliðsmaður, gríðarlega öflugur strákur. Ingvar Guðbergsson, Vigfús Jónbergsson og Björn Heiðar Björnsson. Já, KA-lið vel skipað að vanda og getur með sigri hér í dag gjörsamlega gert út deildina, vil ég meina. Það er bara þannig. En það er okkur ekkert að vanbúna að byrja hérna. Já, góðan daginn. Góðan daginn, skulum lækka aðeins í þér svona. Já, fengum svakalega leik í gær, 3-2 sigur KA í Odda Hrinu. Hvað heldurðu fáum hér í dag? Ég á svo sem ekki vona á neinu öðru heldur en það verði bara með mjög svipuðu móti og í gær. Gríðarlega spennandi leikur í gær og ég held að það verði bara sama upp á tenningnum núna og svo sem HK, þeir þurfa allavega á sigri að halda og helst að taka öll stigin í dag sko, til að eiga einhvern möguleika. Já, það er bara algjörlega þannig. En ég efast að KA-menn ætli að gefa nokkur færi á sér held ég. Ég á ekki von á því. Nei, þetta er líka alltaf mikilvægt fyrir KA að geta komið sér á stöðu að bara langt með deildina með sigri. Já, algjörlega. Þetta fer fyrirlega af stað. Já. Fyrsta stigið gestana. Eina sem maður kannski hefur pínu áhyggjur af eins og hjá KA er að þeir eru svona með aðeins eldra lið heldur en HK og að þetta var náttúrulega 5 Hrinu leikur í gær og hvort að það mögulega hafi einhver áhrif á frammistöðuna í dag sko. Já, en þessi er úti og KA fær fyrsta stigið sitt. Já, Benedikt setur þennan út. Já, það var töluvert mistök í leiknum í gær og svona spurning, KA-lið sem kláraði leikinn í gær var að þeir spiluðu betur þegar leið á.
Já, fóru í raun og voru sóknunni á þeim gengu betur þó að þarna, eins og ég segi, mistökin voru svona meira káman að framan af en síðan svona fækkuðu mistökunum og svona sóknarlega þá eru þeir líklegast betri heldur en HK en kannski segja HK var hins vegar að verjast mjög vel á tímabili í gær en þegar þessi kámi náðu svona sínum, hvað að segja, sterkustu sóknum þá erfitt að eiga við þá. Já, nákvæmlega. Og í þessu töluðunum þá var HK að fá sitt annað stig. Já, rétt. Móttakan hann fór yfir nettið á kámanum og út. Og Ísma fyrir uppgjöf fyrir HK. Filip spila þessu upp á Matteo fyrir á hávörninni. Já, þeir ná að bjarga, spurning hérna, já. Tvísla. Jón og Lóta með þetta tvísla. Þetta svona oft spurning hvaða línu dómararnir setja hvað þetta varðar. Já. En það þegar þeir sem eru svokallega middlblokkarar þegar þeir að spila upp þá það yfirleitt ekkert vona á góðum svona öllu jafn með fullir virðingu fyrir þeim sko. Já. þá svona eru þeir ekki þetta ekki þeirra hlutverk í leiknum. Nei. Hér fá HK ódýrt stig uppgefa fell að káa hvað? Allar fyrst í dag held ég. Já, fyrst í dag en þeir voru ófáir í gær, þetta hafa verið 20 talsins í gær. Já. Það hefur verið þannig. Og Lúli uppgjöf fyrir HK. Sigþór tekur á móti, vel getur honum. Mason. Já. Fer af hávörðinni eða lágvörðinni hjá Lúla og út fyrir. Mason með sitt fyrsta stig. Já. Og eins og ég held að þetta verði bara svona eins og í gær, hörku spenna frá upphafi til enda, staðan 3-3 núna. Þannig að ég held að hvorugt lið komið til með eitthvað að slíta sig frá hinu, það allan kemur verulega óvart ef svo yrði. Arnar með góða vörð þarna, Filip setur hann aftur á völlin. Arnar spila þessum upp á Tetta, spila Stefano, Filip nær að spila þessu, afturlínu á Matteo, Arnar tekur þannig, Sigþór, þetta er langt rally. Arnar spila þarna upp, Arnar má bjarga þessu, Sigþór íti þessum í Tetti gerir þetta vel, hangi vel uppi, Sigþór ætlaði svo sem ít honum bara hann niður en setta hann í blokkina, sínst að vera Tetti sem að gerði það vel. Já, hékk lengi og bara lasta vel. Algjörlega. Tetti uppgjöf fyrir HK. Gott smassi á Matteo en HK gerir mjög vel með að bjarga og setur hann netið yfir, sjá hvað Filip gerir, spila aftur á Matteo og þetta held ég bara touch, já. Ég held að það líka endað inni. Endað inni hvort skiptir ekki máli. Já. Það er svona að reyna að laga myndaðan, hún er svona aðeins að högta hérna hjá mér. Ég er að reyna að stjórna myndunum að tala, mér finnst ekkert rosalega vel að gera 20 í einu en það verður að fyrirgefa okkur það. En við magnaður í hvoru tveggja. Já, menna, þessi bara úti, já. Þetta var hann Bjarki sem sló þennan út. Hann í raun og veru kom inn á í gær fyrir Andreas, ég veit ekki hvort það sé ykkur meisti sig að hrá hann eða bara fá fæska fætur inn. Já. Hann kom þetta sterkur inn í gær hérna og Sigþór tekur þennan en þessi er rétt úti. Hörku smass enga síður en þessi var rétt úti. Já, jafnt á öllum tölum til þessa. Já. Hætti að verði bara svona svoleiðis í dag. Ég er bara, það geti líka bara orðið skemmtilegt þannig að við bara reiknum með því að verði svoleiðis. Já. Og Kristófer í uppgjöf fyrir HK. Nei, þessi í mitt netið. Þessi var bara í mitt netið hjá honum. Já. Og hann er ekki ánægð með sjálfum sig þar. Já, búið að vera tölvört mistök á báða bóa hérna. Tvær. Já, menn að hitna og já, hvað Mason gerir, kemur þessum vel yfir. Þeir spila þessum upp á Benedikt, en líklegast var hvort er net, en þessi var bara inni. Já. Vel gert hjá hennar. Það er spurning hvað það spennustíði sé svona hátt í þessu leiknum að liðin svona þurfa smá tíma að kannski koma sér í gang. Kemur alltaf ekkert óvart, eins og segjum. Það er mikið undir, sérstaklega hjá HK. Ekki það, ég hef enga trú á að Filip sé alltaf eitthvað að gefa eitthvað eftir þó að sé meira undir kannski á HK heldur en KA því að
þessi Káa með þetta svolítið í sínum höndum þrátt fyrir að sama hvernig þessi leikur fyrir en ég held að Káa vilja ekkert gefa þetta eftir neitt. Nei, alls ekki. En gott að koma sér í góða stöðu áður en að Káa fyrir í Evrópukeppnina í byrjun febrúar. Til Danmerkur. Já. Já, þarna, mistök þarna hjá HK. Lausbolti frá Sigþóri inn á vallarhelming HK og Ísmar stökk upp svona eins og hann ætlaði að taka, hann hætti við en þá var engin fyrir aftan hann. Já, og Káa komið 2 stigum yfir. Já, Filip í uppgjöf. Sjáum, Filip er ekki ánægður með sjálfan sig þarna. Settu nokkrar uppgjafir út í gær líka sem er óvanalegt að sjá hjá Filip. En sjáum. Benni uppgjöf fyrir HK. Arnar tekur vel á móti þessum með fingurslægi, Lexi skila þessu og Benni spila þessu upp á Kiri og þessi bara inni. Þetta sást ekki kannski nóg vel hérna á myndavélinni en þessi var vel inni. Hann heitir raun og veru Stefano en strákarnir í Káa kallar hann Kiri, þannig ég veit ekki hvort við höfum ekki bara nota það nafn á hann bara í útsendingunni. Ég held að segja allir sem að til þekkja þeir kalla hann Kiri. Kiri þá í uppgjöf. Og Lúli spila þessu upp hann er velgert hjá Arnari og sjáum hvað gerir þarna. Lexi hoppar hæðst upp og hann bara yfir þeim gríðarlega háa sig. Góð vörn hjá Arnari, mjög góð vörn. Já, og velgert hjá Alexander líka að rísa þetta upp og þrýsta þessu bolta niður. Já. Sótti stigið. Algjörlega gríðarlega háa sig og með langar hendur og þá er erfitt að vera yfir honum allavega. Já. Og þessi bara inni líka. Já. Flott blokk. Já, Sigþóri. Já, fyrsta blokkstig Káa í leiknum. Já. Segir það. Já. HK tekur leiklið. Já, 3 stig í röð Káa og svona virðist vera fyrri að átta sig í þessum leik. Já, algjörlega. Og eins og það gæti líka setið aðeins sérstaklega eins og Ísmar, hann náttúrulega kominn. Veit nú ekki nákvæmlega hvað hann gamall en eins og ég held að sé hann allavega kominn fertugsaldurinn allavega, ég held það allavega og það gæti kannski setið aðeins í honum að spila svona langa leik í gær. Við erum mjög snöggir að recovera. Já, hann verður 41 í mars. Nákvæmlega. Og þetta alveg að hreinu. Cirka allavega. Þannig að eins og þetta setur þetta mismikið í mönnum svona langi leikir eins og í gær þegar menn fá ekki sólarhring til að jafna sig. Þannig að en Kiri í uppgjöf, hann átti þar góðar í gær nokkuð margar og þessi föst líka. Benedikt tekur vel á móti, spilar á Lúlla, gefur á Tetta og Káa nær ekki að bjarga þessu. Þetta var góð sókn hjá HK. Mjög góð sókn hjá HK. Sjá hvað Ísmar gerir hérna. Spila þessu, Arnar tekur vel á móti, fann að taka meira með fingurslægi. Ég er hrifinn af því. Og HK skila þessu laust yfir. Káa í góðu stöðu þarna með að nýta sér þetta. Já, sem þeir eru að gera. Matteo skila þessu. Góðu bolti frá Filip. Og þá er ekki að spurja því. Nákvæmlega. Lex í uppgjöf. Já. Nei, já, jú. Hvað hann gerir. HK tekur vel á móti og Lúli tekur þennan. Filip nær að bjarga svo gríðarlega vel og Matteo slær þennan að vísu vel út, hitt hann illa. Já. En frábær björgun hjá Filip, tók þess að svo kallu pönnuköku á þetta. Sem að það er mikið fyrir þær. Mjög vel gert. En Matteo kannski pínótsutur að ná ekki að nýta sér þetta, þess að góðu lágvörn hjá Filip. Og Lúli í uppgjöf. Það gerir hérna Stefano með góða móttöku. Kánar að bjarga þessu. Og góð vörn hjá þeim og sjá hvað Benedikt gerir, nær að gera þetta vel. Teddy kemur þessum yfir. Já, vel gert. Mjög vel gert hjá HK. Og hann aftur, góð vörn hjá HK. Og hvað gerir þeir núna? Káa spilar á Mason. Og HK verð gríðarlega vel. Og spilar aftur upp á Tetta. Og hann slær þessu.
Áfram, allt í góðu með þetta. Geggja rally en hvað, já, Hákon dæmir yfir stig, líklegast að fóturinn hafi verið komin yfir á frábært rally hins vegar og gríðarlega skemmtilegt brak. Það sem ég held að Marino hafi dæmt á þarna að sem sagt fóturinn á Mason, hann var komin í raun og veru yfir. Það má sem sagt líkaminn getur farið yfir ef hann truflar ekki, svo framlega sem fæturnir eru ennþá á eigin vallarhelming. Þannig að þarna, en enga síður gríðarlega skemmtilegt blak sem við sáum þarna. Og dæmt net á HK. Þannig að það veit svo sem ekki hver var í netinu, en skiptir ekki öllu máli. Staðan hvað 13-11, KA með svona 13-10 segi ég, KA með forskot, 3 stiga forskot sem minkar niður í 2 eftir þessa uppgjöf. Já, þetta var fast. Þetta var fast hjá Matteo. Eins og tölum svolítið með í gær, við sættum okkur við eina svona feila inn á milli ef að það er erfitt að fóta þessu þetta fyrir yfir. Algjörlega. Sem leið og þegar menn er að taka fastu uppgjöfnar þá er það allt í lagi að menn klikka því, það er sverut. Menn geta skorað úr því, en þegar lausu uppgjöfnar eru að menn sé að klikka þeim, það er meira svekkjandi. Já. Hérna eru þeir að minnka munin í 1 stig með góðri blokk. Já. Tetti í uppgjöf fyrir HK. Arnar gerir þetta vel hins vegar. Filip spilar upp á Sigþór og þessi var líklegast úti en þeir tóku þetta KA. Matteo skilur þessum yfir. HK er góður stöðu þarna að nýta sér þetta sem þeir og gera, já. Og jafna leikinn, hvað 3 stig í röð hjá HK. Já, passar. Og Tetti áfram í uppgjöf, hann var að skora, voru að taka svolítið rispur þegar Tetti var í uppgjöf í gær fannst mér. Þannig að svona spurning hvort þeir haldi upptöknum hætti að þetta er með öflugur uppgjafir og er góður í lágur líka. Já, skoraði einhver 16 stig í leiktum í gær. Já. Öflugur strákur. Mjög svo. Smassar hátt og fast. Já, minna. Sjá hvað ég gerir núna, HK. Já, KA í smá vörninni, vandræðum í vörninni. Spurning að HK nýti sér það enn og aftur. Nei, það að lauma þarna yfir en Mason sá við þeim. þarna. Já, og var mjög gaman að sjá hvað Mason hefur stigið gríðarlega upp frá því hann kom fyrst til KA. Sammála því. Ótrúlega flottur leikmaður í dag. Já, algjörlega. Hann er Benedikt, setur þennan. Já, hann er bara inni. Fyrstegi hjá Benedikt. Já, bæði lið farin að skora meira sóknarstigum heldur en að mistökja á anstæðunum og þetta er svona farið að vera meira svona skemmtilegt blaka að horfa á. Alveg samanlega. Algjörlega. Kristoffer. Mjög hérna. Sigþór tekur vel á móti á Stefano. Þessi er bara inni. Jeps. Neglir þessu niður. Vel gert. Á Stefano. Já, Kiri. Kiri, já, nákvæmlega. Það myndi taka smá tíma að breyta Eftir góðfúslegar ábendingar í gær á Burfakallan, reyna að kalla Kiri. Þannig segi. Sjá hvort við náum því ekki allavega hana til líður á leikinn. Þetta ykkur á móti, spilar upp Lúlla, eða Lúlli spilar upp. Já, ekki nett hana. Benja á Matteo og hann skilar þessu. Vel gert hjá Matteo. KA komið í 2 stiga fórustu. Já, Matteo gerði eitthvað 26 í leiknum í gær og var alveg magnaður. Sérstaklega þegar leið á leikinn. Líklegast hvað fengið eitthvað fara að blæða. Nei, hann er sjúkraþjálfari líka, hann Matteo, þannig að það er engin betri til að sjá teipingarnar heldur en hann. Já, ég held að þessi nýlega komið með leyfi á Íslandi til þess að vinna sem sjúkraþjálfari. Já. Glæsilegur. Ok, við tíu hvað. Eitthvað smottir í þarna sem að. Já. Sjáum við hvað. Mason í uppgjöfni fyrir KA. Og þessi er úti. Já.
Vittu, ok. Spurning hvort það hafi verið touch eða hvað. Já, nú fara þær að ræða þetta. Ok, spurning bara hvað þetta er. Já, þetta er bara dæmt úti, ok. Já, 1/3 stigum HK til þessa eru eftir mistar uppgjafir hjá KA. Já, það er aðeins svo mikið. Einhver umræða þarna, er ekki stefna veit svo sem ekki alveg hvað máli snýst spurning hvort það hafi verið touch eða eitthvað, ég veit það ekki alveg. Já. En allavega KA-menn lenda stundum í því að bara pyrra svo mikið á hlutunum en vonandi að þið bara láti allt slíkt eiga sig í dag og ná að fókusera á blakið. Nákvæmlega. Þá eru þeir bestir. Kiri tekur á mótið þarna og spilar á góð lágvörð þarna eins og verið á þetta. Og Lexi tekur hann á Filip og Filip skilja þess aftur á Lexa og þarna er þetta ekki verið fyrir þessu. Já, Lexi er dauða færi fyrir mann eins og Lexa. Það er að hengi mætir honum. Nei, nákvæmlega og með þessa hæð, það nær honum bratt niður. Það er gaman að segja frá því að það er í raun og veru ekkert rosalega mörg ár síðan Lexi byrjaði í blakinu á fullu. Ég veit ekki hvort síðan 4-5 ár síðan sem gerði það var í handbolta og fótbolta aðeins en þessi hefur sýnt gríðarlega metnað og æfir mjög vel, meira heldur en flestir aðrir og það yfirleitt skila sér bara. Já. Og ég segi þegar menn koma líka úr annari bolta íþrótt þá eru menn svona aðeins með touchi fyrir hlutunum þó þetta sé ekki endilega þetta er ekki sami íþróttin en með þetta eins og svo kvöldum bolta IQ. Já. Þannig að algjörlega og orðin lykilmaður í A-landsliðinu í dag. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Og þannig að þeir að taka þetta svo kvöldaða pipe en það spila úr afturlínu en þetta er rally, menn ekki hitta boltan alveg í sókninu þannig. Þannig Benni gerir, kemur með hann lausan hann, Sigþór að bjarga þessu. Lexi tekur þennan. Og hvað? Lexi hafi farið í neti líklegast, já. Ég sá það ekki en mjög líklega hefur hann gert það. Þetta var hann kvartar ekki fyrir þessu. Staðan hvað, 18-16? Já. Fyrir KA. Það hafa smá svona bara að leiða þessa reynu að mestu. Já, algjörlega. Saman að Arnar með lágvörðinu hérna. Kiri spilar á Matteo sem skilur þessu. Arnar gerir vel hérna í lágvörðinu hjá HK. Benni skilur þessu upp. Filip tekur á móti honum og spilar á Lexa og Lexi skilar þessu vel niður. Svipuð formúla á þann. Lexi hátt uppi, ekki mikið blokk á móti honum og þá er erfitt fyrir lágvörðinu að eiga nokkuð við þetta. Algjörlega skilar flestu sem hann fær í gólfið. Já, það er bara svoleiðis. Það er erfitt að gefa hann gjöf. Og þarna Lúli spilar á þetta sem slær þennan bara út. Já, slær þetta út. Og Massimo tekur leikli aftur. Þannig að já. Þetta er aðeins að fara yfir málið með sínum mönnum. Staðan hvað 20-16. Já, og svona sóttanlegu KA búin að vera bara frekar góður. Já, alveg sammála því. 10 stig á sem 20 eru eftir smössu okkar liði og við spennum bara að vera í góðum gír. Já, algjörlega eins og hvað er með 5 uppgjafir enga síður sem að svona þið þurfa aðeins að reyna að fækka þeim mistökum, þá held ég að þá verður þær viðráðanlegir. Já, nákvæmlega. Kannski var bara smá rið í mönnum í leiknum í gær, svona alltaf til að byrja með. Já, og náttúrulega var þarna töluvert löng pása í raun og veru frá því bara í miðjan eða snemma desember, mann ekki alveg hvernig síðasti leikur fyrir jól var. Já, hann var fyrir snemma í desember að við minnir. Já, þannig að þarna góður mánuður á milli. Leikja. Kiri uppgjöf, skilja þessu vel. Arnar með fína móttöku eins og þar. Já, og vel gert þarna hjá Lúlla. Sjá. Lúli nærið þarna, lendi þarna í svona nokkru sinnum í gær þessu, svo kallega. Ég segi að lendi í svona ítafi fyrir netið.
er mjög sterkur í því, sáum það í gær, hann tók fleiri bolta en færri og vann þá. Þessi er úti. Já. Ansi nálægt því sem verið inni. Alveg á mörkunum enga síður, en ég held að línuvörðun hafi verið með þetta alveg á hreinu. Já, þá er skipting. Svo kallið bræðraskipting. Þannig kemur leysir yngri bróðurinn þann eldri af. Já, Björn Heiðar Björnsson fær að láta ljósið skína. Já. Gera þetta vel. Skila þessu yfir. Tætti hana, Filip. Já. Filip svo næs. Má að nátti Kiri bara taka hana bolta og þetta let Filip aðeins heyra það, ég veit það ekki, nei. Ekkert alveglega allavega. Já. En þessi, Kiri væri betri stöða, spurning hvort hann hefði getað talað og kannski öskra meira á boltan. Hann væri með hann. En já, svo gaman að því að KA-liðið svona brosir og gerir grín að þessu og svona heldur áfram góðri stemningu. Já, það gera það allan með þeir yfir, sko, svo kannski breytist það stundum og meðan það er lendað undir, þá kannski verður þetta ekki alveg skaman. Já, það er hætt í því. Það er hætt í því, en þetta er vel gert hjá Filip og Mason. Spilar hátt upp og neglir hann niður, mjög vel gert hjá þeim. Og bara virkilega vel gert. Matteo, hanna, uppgjöf. Já. Í netinu var þessi. Svona. Það er stillandi myndalinn hjá okkur. Arnar tekur vel á móti þessum. Filip spilar á Matteo. Og þessi úti. Sem fer af Lula og út. Það var bara fast, mjög erfitt fyrir Lula að reyna að dempa eitthvað niður. Sjáum. Sigþór í uppgjöf. Fyrir Káa. Tekur jump á þetta. Úff. Þarna hitt hann gríðarlega vel hann Sigþór. Og þá er ekki eiginlega að spyrja því. Já, þetta er svo fast. Arnar Bikki reyndi svona gat en já, ég sér að boltinn fór beinustulega beint upp í loft. Já. Það er gaman að sjá eins og þeir eru með í handboltanum að HM hvað þetta er fast. Já. Við erum örgulega að tala hátt í 100 km hraða held ég. Þurfum að bæta þessu við í KA-TV. Það kemur næst. Já, þarna kemur 25. stíð, þetta líður svo hratt. Og KA tekur þessa hreinu bara nokkuð samfærandi. Já, það var jafnt svona fyrstu tölulum en svo náði KA fórustinu og hélt þessi tryggja til svona 4 stiga fórustu eða út treinuna og vinnur á lokum 6 stiga sigur. Já, algjörlega. Og skulum renna rétt yfir tölfræði í þessari fyrstu hreinu. Já. Sjáum að KA vinnur 25-19, 12 smastig gegn 6. Það er, ég segis, óttanleikur KA fór vel á stað og þetta lítur frekar vel út, myndi ég bara segja. 1 ás gegn 0, 3 blokkir á KA gegn 2, 9 stig sem KA fær vegna mistök mótherja, 11 hjá HK. Og ég held að við getum svona eða sagt að ef að KA heldur þessu áfram þá stefnir í svona tiltölulega þægilegan sigur held ég. Sammála því, ég held að þeir voru bara að gera lítið af mistökum, sækja vel og bara voru beittir. Mér fannst svo sem ekkert HK og þeir ekkert að spila neitt illa. Bara KA voru bara mjög öflugir sóknarlega séð. En ég hef enga trú á því samt sem áður að HK sé eitthvað að fara að gefast upp. Það sé langur vegur frá. Nei, alls ekki. Og svo var líka spurning, nær KA að halda þessum dampi út leikinn, það er líka meira en að segja. Það er algjörlega þannig. 5 hrinnaleikur í gær segi ég og það hefur gæti allavega haft áhrif í dag, sérstaklega kannski þegar líður á leikinn, en hoppa hærra, gera meira mistökum og svona eins og verður oft pínu erfari þegar líður á. En við sjáum hvað setur. Mér sýnist vera, nei það er reynda breyting hjá HK
Andreas Halldórsson kemur inn á og mér sýnist að vera þá fyrir Bjarka. Já, þetta var raun og veru skiptu að með minnir í 4. frekar en 5. lotu í gær að þá kom hann Bjarki inn á fyrir Arnar hjá HK, nei fyrir Andreas segi ég hjá HK. En sýnist líka Bjarki eitthvað vera smá að kvenka sér þarna, eitthvað að reyna að teipa á honum öklan allavega. Þannig að spurning hvort að hann hefði orðið fyrir einhverju smá njaski. Já. Vonum það sé ekki alvarlegt. Vonum að það sé ekki alvarlegt, algjörlega. Þannig er eitthvað að skoða boltan, veit ég hvort það finnst það nú linur eða hvað. En Marino er með þetta. Þetta verður allt undir kontról hjá þeim, ég er alveg fullviss um það. Já. Jón Ólafur og Marino dómarar í dag eins og í leiknum í gær. Eins og í leiknum í gær nema bara þeir skipta hlutverk þar sem að í gær var Marino aðaldómari og Jón Ólafur var aðstoðardómari. Þetta er svona, þetta er svona pínu ólík hlutverk þanniglega séð. Aðstoðardómarinn er svona meira að horfa bara á netið og fylgjast með uppröðun og þess að þar. Meðan aðaldómari er meira að taka tvíslag og touch og línuverðin reynir svona meira að horfa inn út en aðaldómari stjórnar ferðinni. Lúli spilar hann á þetta sem að er sjá þetta hvað þetta var vel gert hjá þetta, hvað var hátt uppi og þó að blokkin hjá Káa hafi verið með Lexa og Matteo sem eru báðir gríðarlega háasnir og hoppa hátt, þá var Teddy bara vel fyrir ofan þá. Já, laumaði vel. Ísmar, með þennan úti. Gerðu svolítið að því í gær HK að skipta Ísmari út í uppgjöfum. Spurning hvort að þeir geri það næst þegar það reynir á uppgjöfnir hjá Ísmar. Já. Þá kom yfirleitt hann Hermann Hlinsson inn ef ég man rétt. Jú, hárrétt. Og hérna Filip spilar uppi með annari og þetta var ansi skemmtilegt smass hjá Matteo. Í raun og veru minnir mig á góðan Dalvíking sem smassar annars sé oft svona. Haukur heitir hann og það var raun og veru svona sveiflaði hendunni einhvern veginn bara bitni og ég tók boltan núna en mjög vel gert. Stefano í uppgjöf, Arnar tekur vel á móti þessu, Lúli spilar á Tedda, Teddi þetta að taka laumið svo áðan en Arnar Lexit nær þessum, Filip tekur þennan mental að lausa hann yfir, Andreas á Lúlla sem tekur á Benedikt og þetta er vel gert hjá þeim. Smassaði þarna úr afturlínunni, bara vel gert hjá Benna, hoppar hátt og sló þennan hátt og vel og erfitt að eiga við þetta. Fyrir Káa. Arnar reyndi sitt besta en það var ekki nóg. Það var ekki nóg í þessu tilviki allavega. Já, þá held ég að við séum komin aftur í loftið. Lentum inn í að það var slegið út af rafmagnsinu hjá okkur. Smá veisun á leikklukkunni. En alltaf var að klárt hjá okkur aftur. Smá tæknilegir örðuleikar, ekkert við okkur að segast í því. Sló bara út hérna hjá okkur. En það er 6-6 og Benedikt í uppgjöf fyrir HK. Arnar tekur á móti, smá vandræði. Spilar á Matteo sem að slær þennan. Helviti skemmtilega. Mjög skemmtilega gert hjá honum. Stýrði honum bara svona niður og blokkið tók hann eiginlega með sér. Þannig að vel gert. Filip fer í uppgjöf fyrir Káa, staðan 7-6. Sigþór tekur hann að spilar upp á Stefano Kiri og hann fer að blokkinu út, vel gert. Káa búinn að skora 2 stig í röð núna. Filip í uppgjöf. Hvað gerir, skila þessu. Arnar tekur vel á móti þessu, spilar á Lúlla, Lúli á Andreas og af
blokkinni, fyrir þessi út. Já. Fór á Kiri þarna, út. Og Ísmar fyrir uppgjöf, síðast uppgjöf honum var í netið. Sjáum hvað gerist núna. Þessi bara öruggur yfir. Já, KM er smá vandræðum í móttökunni. Byrjum 4, já, vilja minna. Já, fór aldrei yfir netið þarna. Sé alveg hárrétt. KM var í smá vandræðum þannig í móttökunni. Þannig að smá vandræði að koma boltan til Ísmar. Hann ætli ekki beigja svo mikið. Þetta var einn rúmlega fertugur. Já. Spara alla orku sem hann getur. Filip spilaði hann á Alexa. Alexi á blokkinni og Hákon að verjast þessu. Spila á Tetta sem tekur hann. Frábær Hávörð. Frábær Hávörð þannig á Káa. Fer í raun og veru af Hávörðinni í Tetta aftur og hann tók hann með sér niður. Mjög vel gert hjá Káa. Og Kiri í uppgjöf fyrir Káa. Og góð uppgjöf honum. Benni tekur vel á móti þessu spila á Lúlla sem að tekur hann með sér og já. Já, veist hvað, dæma HK stíði það ekki? Jú, mér sýnist það. Ég svo sem sá ekki nákvæmlega hvað gerist þarna en allavega engin læti og engin æsingur þannig að þetta bara verið allt undir kontról hjá Jón Alvi eins og svo sem við erum að búast bara. Og það er Lúli sem fyrir uppgjöf fyrir HK. Spila þessu, Kiri tekur vel á móti þessu, spurningum kemur Alexa hana, já, Alexi snýr þennan fram hjá Kristoffer og í gólfið. Mjög vel gert. Alexi að byrja mjög vel í þessum leik. Já. Og klára flest sín færi. Þetta sé bara nánast, já, ég man ekki eftir færi sem að hefur bara klikkað hjá honum núna í dag. Já. Verið uppgjöf, slær þennan örgulega flatt hann yfir, já. Benni tekur á móti þessum. Andreas, á. Einhver misskilningur hérna. Smá misskilningur. Hann fálmaði eftir hann, Filip var svona komið með hann undir, en Matteo svona fálmaði og rétt rak hendin í hann sem að truflaði Filip eðlilega og þar lendir náði honum ekki upp á gólfinu. Þannig að þetta Arnar tekur vel á móti þessum hins vegar, já. Og Mason gerir þetta vel. Já. Ítti boltanum að harðfylgja þetta niður og sótti stíð. Algjörlega. Þannig að skipting, já. Þorvaldur Marteinn að koma inn fyrir Matteo. Fyrir Matteo. Við höfum ekki fengið neina beiðnir að kalla Matteo eitthvað annað heldur en Matteo. Nei, og við bara höldum því. Sjá hvað Þorvaldur gerir, þannig að já, ekki drauma innkoman. Nei, var líka tæpur á línunni. Já. Það er svona rauðsí, þessi strákar getur örgulega tekið sko 100 uppgjafir í röðu eða verið á æfingu og skilja þeim öllum yfir. Svo að þeir eru koni í leikinn þá kannski er þetta aðeins meira stress og pínukaldur. Já, og ekki sérstaklega í svona leik sem jafn mikilvægur á þessi. Algjörlega. En Kristoffer hana, spila þessu, fín móttaki á Sigþóri, spila þessu á Matteo sem að neglir þessum, en frábær vörð hjá þetta. Lúli spila þessum upp, Benedikt og þessi er bara inni, já. Það gera vel Káa, ná þessu yfir eða hvað. Já, held að það er úti. Ég veit ekki, já. Það er gríðarlega erfitt að sjá þetta, þessi er bara úti. Þetta er bara svo erfitt að sjá þetta. Já. Ég er ekki, mér sýndist hann ekki fara. Að sjá, nú veit ég ekki alveg hvað er í gangi. En veitu, fá HK svo stíð. Ég veit ekki hvort það hafi verið dæmt yfirstíg eða eitthvað á Sigþór. En ég segi, jú, líklegast fara HK á þetta stíg. Svona voru að meta þetta þannig hvort að boltinn hafi farið sko yfir antennuna á leiðinni yfir til HK áðan sko þegar Stefano Kiri bjargaði honum. Ég held að hann hafi verið röngum við antennuna. Já, það er líklegt sko. Það er voðalega erfitt fyrir þann sem á línuvörðuna að meta það sko. Þetta er alveg hún í þessu. Já. Dómari getur það ekki. Það er svona línuvörður sem á þá eiginlega að reyna að kalla það en ég segi þetta er erfitt að sjá þetta, að reyna að búa sér til einhverja línu beint upp frá antennunni. Þetta er svona, þetta getur verið snúið.
Já, við þurfum bara að koma okkur upp betra varkerfi á KTV. Já, algjörlega. Þannig Sigþór með þennan, þessi er bara dæmdur inni. Já. Lendilega bara akkurat á línunni. Já, ég held að. Erfitt að verðast þessu. Já. Og erfitt að lesa þetta líka. Ég held að ég myndi sjá það hérna. Mér fannst að vera inni hérna frá allan að séð. Og ég vil eitthvað svona reyna að taka frekar á mót honum ef þeir eru ekki viss. En tóku sénsinn hann á sleftunum sem borgaði sig ekki. Sigþór aftur í uppgjöf. Þarna snýr þennan ágætlega, Arnar tekur á móti. Og frábær vörn hjá Sigþóri, spilar á Stefano. Og þessi fer upp í loftið. Fór upp í loftið af blokkinni. Já, það er ekkert rosalega oft í KTV sem hann fer upp í loft. Nei. Það búið að gerast við alltaf tvisvar í þessum leik. Tvisvar í þessum leik, já, ég held að það segir þegar menn er að smassa fast, þá getur hann skotist upp í loftið. Sjá hvað Sigþór gerir þarna í uppgjöfinni. Fínu uppgjöf honum. Já, Hákon smá vandræðum, Andreas þarna. Já, þarna er hann bara sturtaður eins og kallast á plaggmáli. Já, 4 stig í röð hjá KA og búinn að snúa sig úr 11-12 í 15-12. Já, Marsimo tekur leikhlé, kemur ekki óvart þegar hann lendir í svona stoppi, 4 stig í röð, þá er oft gripið til þess að ráðast að taka leikhlé. Já, KA ekki búið að taka leikhlé í leiktum í dag, að minnir allavega. Nei, ég held að sé bara þannig þeir hafa aldrei í raun og voru lendi í svona neinu stoppi þannig að sé að Hákon hafi skorað einhver mörg stig í röð, þannig að Filip hefur ekki tekið síðan einn ástæðu til þess að taka hann leikhlé. Káa náttúrulega með sigur í þessari hrinu, þá eru þeir allan búin að tryggja sér 1 stig úr þessari viðureign. Já, og þeir líka stuðu að taka öll stigið 3 sem að ég held að myndi bara reyndins að gera út deildar meistaratitilinn. Já, ég held að það sé bara nánast þannig. Veit það allavega, ég heyrði svona í Káamönnum bæði í vikunni og annað að þeir svona litu svolítið einmitt á þetta sem svona úrslitaleik, þannig að ef við kemur vel undan þessari viðureign þá myndu þeir svona vera konur í góða stöðu allavega. Já, og líka, eins og ég segi, líka sterkt að vera kannski búin að ganga frá deildinni fyrir Evrópukeppnina. Já. Svolítið kannski einbeita sér að því ævintýri. Algjörlega. Þarna Arnar með fínu móttöku, spila þarna, já, sjáu hvað þetta er skemmtilega gert hjá Filip. Náði blokkinni, Hákon með sér upp og setta síðan stutt aftur fyrir svo Mason og þá var enginn í blokk og þá var ekki takt að eiga við þetta. Já, Mason með flotta uppgjöf, hann er fín hávörð hjá Káa á penna, já, hann er lúlið til blessum, já, vel gert að berga þessu. Það, já, ok, Matteo, byrjar að leggsa. Þetta var svo spennandi að ég alveg vissi ekkert hvað ég var að segja henni sinni. Matteo spilaði á Filip og Filip spilaði á Lexa og Lexi skilaði sér niður alltaf að reyna að koma út mér. En heldur á Lexi áfram að skila stigunum. Já. Það var spurning hvað. Ætli mig svona ekki verið að kenna dómarunum bara hvernig á að klappa. Já. Ég vil bara segja það. Eitthvað sýnist þér eitthvað aðeins vera hvort þeir að nýji styrtalaðurinn hjá Káa Avís þarna í Blackdeildinni, dúkurinn hafi eitthvað aðeins verið að losna en það verði ekki til trafala. Nei. Þá bara aðeins auka auglýsing út af fyrir vikið. Já, þessi fer í andennina, rétt. En talandi um hennar nýja styrktarsamning, þetta er náttúrulega gríðarlega flott skref fyrir Blackdeildina að fá góðan styrk og Avís er að gera fyrir deildina. Algjörlega. Við ætlum að skrifa svo undir nýjan samning núna bara beint að loknum. Loknum leiklegast já, það ekki? Já. Þannig það er þitt besta mál. En hann allt við tingsugum aðeins með Lexa á hann, hann hafði ekki verið að gera einn mistök, þá hitt hann boltan nýtað þarna allavega og fór beint í netið. Já. En sjáum hvað Benni gerir þarna í uppgjöf. Arnar tekur bara vel á móti þessu. Lexi farin aftur, já.
Má hyggst hana, já, Káa. Já, Lexi tekur grunlega hrósi illa. Já, það er oft svolítið svoleiðis. Sjáum, Benni gerir uppgjöf þarna aftur. Arnar tekur vel á móti þessum eins og mjög vel. Matteo fær þennan, já, góð vörn. Þetta hélt lengi uppi og hann síðan boltan, skila þessum. Matteo nær honum og á Kiri sem að bara slær þennan út. Já, ekki touch. HK búið að skora hvað, 3 í röð eftir leikliðið sitt? 4 í röð núna. 4 í röð núna, já. Staðan orðin 17-17. Já, ég held að það verða smá sveiflur í þessu núna. Já. Og Benni gerir Sigþór smá vandræði upptökun hann á Káa. Lexi í til þessum. Ónæmi sjálfan sig hann. Lexi spila hann á Kiri sem er slær þennan og bara inni. Já, inni. Já. Benedikt var að vonast til að hann væri úti og gaf merki þess efnis með höndunum en línuvörðurinn var með þetta alveg á hreinu. Þetta endurskoðandi hún Ester, þannig að þetta er ekki veður að búast en það sé allt undir kontról. Já. Greinlega gaman að skoða endur. Mikið út á tjötn allavega. Já. Þetta er svo 5 brandar á hodni hjá okkur núna. En já, Filip í uppgjöf. Sjá hvað hann gerir. Já. Benedikt tekur vel á móti þessum, ítir honum, Sigþór spilar upp, endil aftur fyrir sig, já. Og Stefano, þessi út hjá Kiri. Já. Já. 18, þetta ættir að verða mikið spennan núna á lokakaflanum. Já. Sjáum hvað Ísmar gerir uppgjöf. Já, þeir allavega ákveða ekki að skipta henni eftir mukjar. Ekkert að skipta í uppgjöf núna. Nei, þessi eins og bara langt úti, já. Það hefur kannski betur gert það. En Kiri í uppgjöf fyrir Káa, sjá hvað hann gerir. Hann tekur auðvitað ákveð á því þarna, já, grunað það. Og þessi bara, já. Ég held að þetta sé bara, já, ég held að það sé. Matteo er engan húma fyrir því að menn sé að setja út á þetta. Nei, spurning hvort að ég segi, hann slæðir þetta mjög bratt, þannig að hvort að boltinn að fara í netið hann, það er mjög erfitt að sjá það. En þessi voru allavega í netið. Já. Þannig að þessi, það getur verið rosalega erfitt fyrir dómarann að sjá hvort að hann sé að slá, eða hvort að maðurinn fær í netið eða hvort sé bara boltinn. Og ég held þessi, ef maður sér allavega ekki maðurinn fær í netið, þá er ekki hægt að dæma á það. Og Lulli í uppgjöf fyrir HK. Arnar tekur vel á móti þessum, fingurslægi. Sigþór slær þetta fast og örugglega. Já. 21-19, 2 stiga fórusta. Lítið eftir af hrinunni. Já, hvert einasta stig verður mjög mikilvægt núna. Algjörlega. Sjá hvað Lexi gerir. Engin bræðraskipting núna allavega. Lexi tekur þennan, flatta niður. Já. HK sem að vandræði mjög uppgjöfinni. Nei, móttökunni segi ég. Já. Káa bjarga þessu. Sigþór kemur þessum þægilega yfir. Arnar spyrir á Lula sem spyrir á þetta. Og þessi er bara inni. Já. Hárrétt. Þessi er hárrétt, algjörlega. Þetta var inni. Fór á blokkjunni og lendi á línunni. Já. Gula blokki stóð fyrir sínu. Já. Virkilega vel gert. Lexi, sjá hvað hann gerir. Heldur þessum vonandi inni fyrir Káa. Já, Benni tekur á móti þessum. Fyrir Lula sem kemur á þetta. Og þessi er líklegast inni. Já. Vel slegið þarna hjá þetta sem fer síðan aftur í uppgjöfina. Það hefur nú stundum eins og ég segi, hefur mér þarna fundist í þessum, leiknum í gær og núna. Það er svona smá skorpu þegar hann er í uppgjöf. Sjáum hvað gerist núna. Já. Allan er í vandræðum. Já. Misskilningur þarna hjá Arnari og Filip. Algjörlega. Þetta er fókuseraður. 22-21, spennan gríðarleg.
Sjá hvað gerist núna í þessari uppgjöf. Arnar tekur vel á móti sem svar. Matteo fær þennan. Og Benni sturtu blokkar. Komið svona smá skjált í KM núna. Filip gaf allavega sá ég Mason merki. Spurning hann fá hann. Það móti ekki að vera í lagi. Þessi er út inni. Já, ég ætla að segja alveg klart mál að þessi var inni. Já. Og KM ekki sáttir. Já, línur eru að fara aðeins að heyra frá liðinu en ég held að þessi bara hárrétt. Það var inni. Sjá hvað gerist þarna núna. Já. Þetta er net hins vegar. Já, þetta er net. Já. Net. Já. Káa slepp með skrekkin hana. Já, algjörlega. Mistök bara á Kristoffer. Já, ég held að þetta sé hann veitum sem pínu þræta fyrir þetta en ég held að þetta hafi verið alveg hárrétt. Já. 23-23 í staðan þegar að HK væri komið óvænt í 24-22. Já, sjá hvað gerist núna hins vegar. Já. Sigþór fer í neti líklegast af því að Marino veit meina. Heldur betur að bitna í mönnum hérna. Já, æsi spennandi. Já, og Hermann Hlinsson mættur í uppgjöfina. Káa þarf að halda fókus, það er erfitt að vera að rífast að dómaran núna. Hún bara mátti ekki gera það. Sjáum hvað gerist í uppgjöfinni. Arnar tekur ágætlega mót þessu. Spilar á Matteo sem tekur þennan og neglir hann. Þetta er bara touch allavega, já. Já, lífsnauðsynlegt. Algjörlega. Sjáum. 24-24 og Sigþór í uppgjöf. Spurning, ætli að taka á því uppgjöfinni eða ætli hann taka hann til örgan yfir? Það heldur þú? Já, ég held að reyna við þetta. Já, nei. Fór í, en HK vandrar samt í uppgjöfinni. Sjá hvað Benni gerir þarna, slær þennan langt út. Nei, langt út. Þannig að sáum enga síður að Massimo, hann fagnaði þarna eins og þetta hafi farið í blokkina en var það ekki óskynni. Já. Það var bara illa hitt. Sigþór hafi taugar í fasta uppgjöf núna. Bruna breyti ekki neinu, nei. Þetta tekur á móti þessu, spila á Lúlla, Lúli spila á Andreas. Og þarna, nei. Sigþór náði ekki að bjarga sér á áhörðinni. Fór síndist mig líka pínu af blokkinni, þannig að það var erfitt að eiga við þetta. Já. Andreas í uppgjöf. Nei, ok, skipta þarna. Leikmaður númer 17. Valens Torfi. Já, ég held að þessi fiskir sem hann er að koma inn á í þessum leik allavega og ég held að hann hafi ekki komið inn á í gær heldur. Nei, þetta sé hárrétt hjá þér. Það er ekki lítil press að setja hann í stöðunni 25-25. Já. Það er svona, sjáum hvernig það gengur. Já, stígur á línuna, já. Æjæjæjæjæj. Kastaði bóttanum aðeins og langt framalega. Já. Segir. Þetta er kannski ekki mikil greiði gerður að koma inn á þessum tímapunkti. Maður er svona allavega pínu hissa á þessari ákvörðun. Svona í þessari stöðu líka. Það er oft auðveldar að koma inn á allan í stöðunni 3-4 eða 1-2 eða eitthvað svoleiðis sko. Þarna og þetta. Káa klárar þetta 27-25. Já, Kiri í flottir stöðu á kantinum og hann þrumar sig gólið. Já. Og Káamenn væntanlega gríðarlega sáttir með þetta. Já. Káamenn enga síður aðeins niðurlútir. Komið með mjög flotta rispur undir lokinn og hann stemdi í svona tiltölulega þægilegan sigur Káa í sér hreinu en þeir gerðu vel í að koma tilbaka og gerðu virkilega leik úr þessu. Já, algjörlega. En nú er Káa í lykilstöðu og á að klára þetta bara annað 3-0 eða 3-1 og sækja öll stigin. Já. Og það er bara, eins og segi, það myndi fara langt með deildarmeistaratitilinn að gera það svoleiðis. Já. Við erum ekki með tölfræði á þessari hreinu þar sem við duttum út annað smá stund. Nei. Þökk sé rafmagnsleysi. Rafmagnsleysi, nákvæmlega. Og honum áhorfendur heima fyrirgefðu okkur það. Já. Enga trú öðru. Það eru fleiri leikmenn sem slá út. Já. Algjörlega.
við sáum að leikurinn í gær, hann var nú einhverju rúmir 2 tímar. Já, það ekki neina 2,5 tími. 2,5 tími held ég. Og með þessi getur orðið kannski bara 1,5. Þannig að hann var skemmt að vita og veist ekkert af hverju og gengur í þessum efnum. Já. Og svona gruna nú að Káa verði með óbreytt lið. Philips svo sem ekkert mikið fyrir það að breyta, enda svo sem kannski ekkert ástæða til þegar vel gengur. Og ég segi, þetta hefur náttúrulega verið gríðarlega jafnt allt saman. Og ég segi, þeir hafa aldrei komist neitt mjög mikið yfir Káa, þannig að en við skulum sjá hvernig þriðju hrinur reiðir af. Já, ég held að munurinn hafi mest verið 4 stig í leiknum þessa. Það er ekki meira en það. Fyrir utan enda Káa alltaf vann fyrstu hrinur með 6 stigum. Já, já. Það var bara undir lokinn. Tók það nokkuð stig í lokinn, alveg rétt. Já. En nú er að drepast fyrir HK og við skulum sjá hvernig þeir koma til með að starta þessari hrinu. Grunar eins og ég segi að þeir koma ekki til með að gefa neitt eftir. En það vilja nú kannski, svo sem búin að náðu í 1 stig í gær, en þeir sjálfsagt vilja meira áður en þeir leggjast það heim. Já, og líka úr því sem komið er að þá hafa það alltaf lengi að tapa, þannig að allt til að taka nokkra sensa. Já, ég held að það sé bara akkurat þannig. En ég held að svo sem það sé stefnir svo sem allt í að HK taki nú annarsætti í þessari deild. Já, þeir eru allan líklegir, þeir eru eins og þeir eru allan í góðri stöðu til þess, svo framlega sem Káa klári sitt. Já, eins og Álftanes er fyrir ofan HK. Já, þeir eru enda jöfna stigu núna eftir að HK fekk alltaf stig í gær. En HK vantilega á leikinn í dag. Já. Ef að Káa klárar þetta með 3 stigum í dag, þá eru HK og Álftanes jöfn með 12 stig í öðru setinu. Algjörlega. Og ég sá nú reyndar, þó Þróttararnir séu þarna neðstir, þá sá ég hann að spila hérna móti Káa daginn og ég held að ungt og sprækt lið þeirra eftir að taka líka hrinur og leiki og stig. Já. Þeirra álíður eins og mjög ungt lið en svona mikill stígandi í þeim allan að sem ég hef séð á í vetur. En allt klárt fyrir þriðju og mögulega síðustu hrinuna. Benni byrjar í uppgjöf fyrir HK. Arnar tekur vel á móti, Philips spilar þessum upp á Matteo sem að gera mjög vel, en frábær vörn hjá Arnari hjá HK. Það var Stefano og Teddy blokkar þetta vel. HK byrjar með látum. Frábæra 2 varnir hjá HK. Benni í uppgjöf. Setu þennan í netið. Óöppin, Ég held að alla 3 hrinur hafi byrjað á því að HK fær fyrsta stigið og svarar svo með vísendar uppgjöf. Já. Það er svona, það er ekki gott að fylgja góðu stigi eftir með misjöfnar uppgjöf. En sjáum hvað hana, Lúli spilar hann upp á þetta. Fer líklegast af blokkinni. Þeir af blokkinu út. Það er fullt af áhorfendum út allt og séu kannski ekki endir allir á pöllunum. Já, þétt sittið á svölunum. Sittið á svölunum. Ísmar hana, Lexi tekur á móti þessu, sjáum hvað Philips spilar á Sigþór. Þessi fer bara í touch og út. Ekki andununa, nei. Marsimo gefur sínum mönnum merkið það. Og Lexi uppgjöf. Gíska hann komið með svona nokkuð þéttingsfastan flattanbolta niður. Þarna, flott blokk. Hákon að bjarga sig að spila á þetta. Og þessi bara úti. Nei, ekki að tötsa hana. Þessi var viðsverri. Hitt að vísu í handboltamarkið. Þetta var stig þar. Eða mark. Eða mark þar, já. En það telur víst lítið í þessu. Já, því miður fyrir gestina. Lexi aftur. Ég ætla að giska núna á hann
Hann svona verður með aðeins meiri þétting í uppgjöfinni sinni núna. Já. Ég takk ekki hvort það var þannig. Á. Þannig að fínast að smass hjá HK-mönnum. Þetta var hann Andreas. Fór af Sigþór í blokkinu og Lexi réð ekki þrátt fyrir að reyna á fótboltahæfileikana sína sem eru reyndar nokkuð. Eru miklu reyndar fótboltahæfileikandir hans. Já. En réð ekki við þetta. Og uppgjöf HK. Fínast uppgjöf, Arnar tekur vel á móti, Fylgja spilur upp með annari og þessi bara stegin út til Sigþóri. Já. Kannski svona framspilið var aðeins og hratt fyrir Filip, þannig að hann náði ekki alveg að svona tíma að setja kannski uppspilið á Sigþór nægilega vel fyrir vikið. Já, ég er mjög gaman að hvað Sigþór er alltaf fljótur að brosa og bara halda áfram. Algjörlega. Svekki síðan okkar segundur, svo er það bara búið. En þetta er önnur uppgjöf sem fer út af hjá HK. Já. Út af í neti réttara sagt. Og þeir vilja, það er erfitt fyrir að vinna ef þeir ætla að vera mikið að gefa þar út. Þessi var í út reyndar, þannig að þetta kvittast út. Matteo skila þessum út. Já, ég man ekki eftir heppnari uppgjöf hjá Matteo í dag. Nei, það getur vel verið, ég svo mikið með á tölfræði alveg en hann hefur verið svolítið að setja þar út. Verið að reyna að taka jump og fastar. En bara gott stig hjá Káa þarna. Og Sigþór fer í uppgjöfina. Sjá hvað hann gerir. Já, nei, menn eru svolítið uppgjafandræði núna. Spurning hvort að menn fari aftur bara aðeins að tjúna sig niður. Kemur ekki óvart að Filip myndi aðeins fara að segja mönnum aðeins að róa sig niður og koma uppgjónum yfir. Já. Kemur ekki óvart. Og Kristófer í uppgjöf fyrir HK. Sjáum hvað hann gerir. Einhver smá reikistefna hann á klukkuna en allt undir kontról. Já, við vorum að vanta eitt stig á gestina, en það er búið að laga það núna. Búið að laga það. Sjáum hvað það gerir núna. Kristófer í uppgjöf, já, þægileg uppgjöf. Fínasta móttaka hann í Arnari og Matteo slær þennan. Vel. Mjög vel slegið hjá Matteo þarna. Beint í gólfið. Og Mason fyrir í uppgjöf. Sjáum hvað Mason gerir þarna núna. Skila þessu upp, fínasta uppgjöf þarna. Á Tetti. Á með fín hávöld þarna hjá Filip og Lexa. En ég ætla að segja það með húsið koma sinna í gær að Tetti var þarna pínu heppinn að vera í Káa-heimilinu en ekki á sínum eigin heimavelli sem það er miklu larri til lofts á að þessi alltaf farið upp í lofti á þeim. Já. En Mason aftur í uppgjöf, þessi er hins vegar svona 2 metra úti. Já. Eitthvað flott kom í boltan hana. Þannig að náði hann aldrei. Náðist aldrei í snúningu niður. En sjáum, Andreas í uppgjöf fyrir HK. Staðan 7-7. Já. Kiri tekur á móti þessum, Filip spilaði þessum með bakker á Matteo sem að setur hann bara hann á milli, svolítið stórt svæði hann á milli sem að og tiltölulega fastu boltið, þannig að það var erfitt við þetta eiga hjá HK. Já, Matteo var alveg einn á sjó þarna og sá mitt á að það var engin HK-mar þarna. Nei, sett hann bara vel þarna á milli þeirra. Filip með flott uppgjöf, Andreas tekur á móti þessum. Nei, Arnar segi ég og það var eitthvað að velta yfir fyrir sig Káamenni hvort hann hafi jafnvel stíðið á línuna. Þar alveg hafði þetta verið sem sagt seiling. Já. En svo var ekki. Benny uppgjöf fyrir HK.
Sjá hana vel spilað hjá K.A. Vel spilað hjá K.A. Filip spilaði hann upp með annar hendina á Lexa sem átti ekki neina vandræði með að skila þessu niður. Já, Lexi farin að skora aftur. Skilja. Þeir náðu aðeins að loka á hann í síðustu hreinu. Á tímabili, já, alveg rétt. Kiri hann með aukjöfuna. Benni tekur vel á móti þessum. Ísmar. Líklegast þetta mók. Ætla að segja. Tvíslag eða mók annarkvort. Já, þeir bara hlæja þessu hana. En einhvers veginn góð tilraun hjá Arnari. Já. Og við sjáum hvað Kiri gerir þarna. Skilja þessu. Filip skilja þessu á Sigþór. Lemur þetta hún í hausinn á Lúla og enginn aftur á vellinu til að bjarga þessu. Staðan 10-9 fyrir K.A. Hvað hefur verið jafnt bara á öllum tölum það ekki síðan tiltölu að snemmi í þessu leik? Jú, ég held að sé komst ekki HK 2 stigum yfir. Nei, 5-3 eða eitthvað svoleiðis. Já, eitthvað svoleiðis. Síðan er búið jafnt. Síðan er búið jafnt. Og það heldur áfram hér. Það heldur áfram hérna. Og eins og ansi margar uppgjafir sem fari í netið, þá er líklegt að þú skorir ekki mörg stig í röð. Þá er þetta að setja mikið uppgjafir í netið. Svona óvenjulegt að sjá svona margar uppgjafir sem sko fara svona langt út. Já. Spurninga gæti líka verið komin kannski meiri hitt í húsið eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það gerist nú stundum. Þá kemur svona aðeins meira flott í boltan. Filip spilaði þessum upp á Sigþór, lemur þetta upp, árinir þessu á HK og þetta er vel gert hjá þetta eins og það Matteo Kostik upp á mót honum. Þetta er að slá gríðarlega vel inn á milli, vel gert hjá honum og Lúli fyrir aftur í uppgjöf fyrir HK. Lúli uppgjöf, þessi er bara líka úti, já. Sá svona hvernig boltinn einhvern veginn flaut svolítið í loftinu þannig. Virkaði ekkert rosalega föst uppgjöf en einhvern veginn flaut boltinn þannig að hann fór seint niður. Matteo tók mjög laus uppgjöf núna. Kannski heyrt aðeins í þér áðan að hann hafi ekki sett uppgjöfinn. Vel gert hjá K.A. og þetta er vantilega auðvitaðbolt yfir en frábærlega lauma þarna Filip ekki alveg sáttur Filip á með sér ræða hlutina en ekkert pínu ósáttur og þarna koma þeir en þá ræða hlutina Filip sér úti Filip orðinn pínu sektaður Filip pínur orðið reiður núna og þarf að ná hausnum aftur. Ná hausnum aftur tilbaka. Já, það ræðir hérna Massimo líka. Já, það flauta fyrir eitthvað snemma held ég, þannig að þeir voru ekki konur í stöðu almennilega. Meisson reynir að róa. Meisson reynir að róa, Filip. Sjá hvernig, hvað árangur það ber. Já. Það hægra satt í gert að róa þegar hann er komin í gang. Það er stundu þannig, já. Þessi er bara vel slegin inn, já. Þetta er það sem K.A. það bara að gera, halda bara áfram að spila sóttanleikina og sækja stiginn. Já, spila blagg, þeim fersta best. Þeir eru allavega mjög góðir í því. Þeir eru góðir í því, það er bara akkurat þannig. Sjáum hvað Sigþór gerir þarna núna. Kemur þessum yfir, já, móttakan ekki nóg framlega kannski. Benni spilaði þessu, Matteo, við höfum að fá hann aftur, nei, Kiri slær þetta niður, bratt slegið, ekkert rosa fast en settur á réttu stað og virkilega vel gert. Já, hún er líka mjög vel, hann Kiri bæði í dag og í gær og nýta sín svona hlýðar, kantsmöss mjög vel. Já, algjörlega. Sigþór tekur þennan, þægilega kemur miðjan hann, já. Og Arnar tekur vel þennan og Meisson á Sigþór, á Matteo. Já, vilja meina hann hafi stíð yfir, en ok, erfitt að meta þetta, en Matteo bara brosir, líka steig þarna á sóknarlínuna sem hann má ekki þegar hann er í afturlínu.
Káan ekki vissu sáttur við það, en Sigþór tekur vel á móti þessum og Kýris, já, vel gert þarna. Laumar hún yfir hávörðina. Laumar hún yfir, það þarf ekkert alltaf að vera rosalega fast. Bara rétt slá yfir hávörðina og láta bolta skrúast niður. Kýri var að gera mjög vel í því að bara sjá bara hvar opnunar eru. Slá svona skynsamlega eins og það sjálfst er kallað. Já, hlífa öxlinni. Já, þarf ekkert alltaf að brjóta gólfið í þessu. Já, þessi var alveg svo langt út í á Mason en kom svo sem kannski ekki að sög. Af því að Ísmar náði að setja þenni í blokkina út. Já, þeir halda áfram að leiða með þessu eina stígi sínu gestirnir. Já. En já, Káa aldrei langt undan. Aldrei langt undan. Jafna harðan. Svona, Filip spilur upp á þennan. Matteo þarna, já. Frábærlega slegið. Nei. Veit ég ekki hvað gerðist þarna. Já, það er eitthvað missetna 5 eða eitthvað svoleiðis. Ég allavega fekk hann eitthvað högg á augað. Já, Kýri þetta brosir að þessu, þetta hlýtur að vera eitthvað hálf klaufalegt eitthvað. Já, eitthvað frá liðsfélag allavega. Gult spjald. Filip aðeins öðra. Anna. Og já, ég hlæja bara að þessu. Já. En mér sýnir svona að Filip, það er ekkert alveg hlottur í huga í Filip. Hann er enda eitthvað reiður frá því áðan. Spurning hvort að. Eins og tölum, það gengur oft erfiðlega að ná sér niður, hann er komin upp. Já, það er þannig. Tekur smá stund. Það er svona. Hefur svolítið gaman að því öðrum mönnum. Bendir þarna og þarna. Blokkaður. Alexi hefur tekið hann svona við andlitinu og hendinni. Já. Þetta er bara gott þegar það gefur stig. Mjög gott. Alexi er náttúrulega gríðarlega há þegar hann hoppa líka hátt. Þá er ansi stór hluti af honum komin yfir netið. Sjáum hvað Filip gerir núna. Háká í vandræðum þarna. Tetti kemur þennum sem laust yfir. Spilar á Filip. Filip horfði þarna. Já. Alexi aðeins opinn, það fær í næsta ringin hana. Aftur, horfir aftur, Filip og sér Kýri sem aðna blokkaður. Já. Svolítið gaman samt að fylgjast með Filip, hvað hann í rauninni sko, þegar hann fær boltan til að spila upp, lítur hann örsnögt yfir á hinn völlinn og svona les í stöðuna hvar menn eru þar áður en hann ákveður hvert hann ætlar að spila honum. Já. Ekkert sem að það séu margir sem sjáu það þegar hann lítur og þá tekur hann ákvörðun bara á örskotsstundu. Þetta er stiggestana. Já. Þetta var svolítið nálægt netunum líka. Erfitt fyrir Matteo að gera mikið úr þessu. Já. Og sjáum hvað. En nú er Háká komið yfir, 17-16. Já, 2 störu á þeim. Já. Og sjáum hvað það gera núna. Þessi er úti. Já. Þessi er úti. Benedikt óöppinn og væntanlega. Þetta leiði mér giska á hans pínu ósáttu við sjálfan sig þarna. Já. Já, búið að vera ótrúlega jöfn þessi þriðja hrina. Já, sjáum hvað Kýri gerir núna. Þar þennan, Benedikt tekur á móti þessu. Þarna, Háká. Já. Þetta er lágt uppspil hjá Filip þarna. Rúli spilaði þessu, Andreas og já, flott hávörð. Þarna, Alexi spilaði þennan, Andreas aftur, tekur á móti honum. Rúli spilaði upp á Tetta. Filip bjargar þessu. Kýri spilar á Sigþór og ennþá gengur boltinn yfir. Lulli spilar á Tetta og frábært smassi á Tetta. Já. Þetta var gaman að sjá. Þetta var hörku rally. Já. Og eins og í stöðunni 17-17, þannig að þetta var líka mjög mikilvægt stig fyrir Háká. Já, þá kemur Hermann Hlynsson í uppgjöfuna. Já. Við fengið að gera lítið annað en að taka uppgjafir. Rétt er það. Það er ekki rétt, fín uppgjöf núna.
Gíri tekur vel senda móti þessu, spilur Lexa og já. Vel gert hjá Lexa þarna. Skilaði þessu vel. Já, þá skipting að kafa. Vigfús Jónbergsson að koma inn á. Já. Hann spilaði ekkert í gær. Fúsi, hann kom held ég samt einu sinni, allan einu sinni að tvisarinn á ykkur held ég. Það var það, ok. Svona grunna hann hafa komið fyrir Mason eða einu sinni að tvisar. En allavega hann með svona öflugar flott uppgjafi líka, Fúsi. Já. Og Káa svona gerir þessa skiptingu ansi oft. Sjáum hvað gerist núna. Hvað Fúsi gerir, örgur ekki honum. Benni tekur vel á móti þessu bara. Þarna dæmt hvað net á Sigþór. Hann kom svo sem ekki að sög. Það var þessi bolti bara inni og vel smassaður hjá HK. Já. Sjáum hvað. Og Lúkjöf. Já, Káa er búin að gera aðeins svo mikið af mistökum í þessari hreinu. 9 stig á þessu 90 stigum. HK eftir mistök á Káa. Já. Við verðum þarna líka pirraðar hann á tímabili og það svona. Það eru 2-3 mistök sem koma í kjölfar á því. Phillips spilaði sem Matteo. Flott sóknarna hjá Matteo í blokkinu út. Og það segir, þegar menn verða pirraðar, færða á 2-3 stig bara út af svona einhverju pirring, þá getur það bara í raun og voru skipt öllu máli. Þetta uppi staðið. Já. Sjá Matteo, hann ekki upp. Ukki á hausinn hjá Matteo, ekki alveg skrúaður rétt á. Nei. En svo komst það sér náðan. Kannski fínt að taka bara eina öruga yfir. Já. Koma sér í gang. Þetta þar. Ok. Þetta í uppgjöf fyrir HK. Það þetta móti. Það núna svolítið að mikið af mistökum núna úr uppgjöfum. Það svo ég veit ekki hvort sé þreyta eða menn erfitt að halda fókus, kannski. Já. Sjáum hvað Sigþór gerir. En hvað ætli svo langt síðan að það var 2 stig á milli liðana? Já. Það orðið mjög langt síðan. Það orðið mjög langt síðan. Þarna bara Philip gerir. Já. Bara mistök þarna. Fast ekki vera hvorki á Mason í Stefano. Já. Já. Það mikið af mistökum núna á báða bóa. Við sýnum svona, spurning hver tekur þetta loka áhlaup núna. Staðan 21-20. Arnar, flott móttaka. Spilar á Matteo. Já, og Matteo skilur þessu. Vel gert hjá Matteo. Mjög vel gert hjá Matteo þannig. Já, enn jafnt. Já. Ná vandrar að með þrífótinn hjá mér, en það alltaf lagi, við leysum úr því. Vandrar algjör veisla þessi hreina fyrir hlutlausa. Algjörlega. Maður svo sem kannski bara fyrir alla svo sem. Þetta, og svo við Mason í uppgjöf. Þannig að þetta tekur á móti, Lulli, Andreas, það þetta. Vel gert þarna, hjá Káa. HK fara hann að séðan sérna. Og Benedikt, þessi bara inni, inni. Frábær stig. Mjög mikilvægt stig fyrir Káa. Káa komið yfir, fyrst í smá tíma. Já. HK búið að leiða undanföndu. Ekki slæmur tímapunktur að velja það. Það gerir Mason, kemur hann, nær hann að brjóta ísinn og koma þessu í 2 stig. Fínu uppgjöf þarna. Bendi smá vandræðum, Andreas farið hennan. Og þetta fer að blokkinu niður. Fagnar þessu gríðarlega, vita hversu mikilvægt þetta stig er. Algjörlega. Og Massimo tekur leikli. 3 stig í röð á Káa. Þess að reyna að laga hérna þrífótinn hjá mér í leiðinni. Svona. Já, Káa kom með 13 smastig í þessari rinu gegn 6 hjá HK. Það svona munur á liðunum. Káa að spila kannski betri sóknarleik. HK hins vegar að verjast alveg frekar vel samt líka. En vantar kannski bara meira upp á að HK ná að klára sín færi eða skapa sér betri smassfæri. Já. Þannig að nú eiginlega duðið drepastur í HK. Þeir mega ekki láta Káa fá þetta 20. og 4. stig. 24-21 bara allt önnur staða heldur í 23-22. Já. Þannig að sjáum hvort að Mason á að halda þessu bolta inni.
grunar hann bara taki tiltölu að létta bolta yfir og haldi sinni. Sjá hvað gerist. Hanna HK í smá vandræðum í sókninni. Bendi skilja þessum lausnum yfir. Káa í frábæri stöðu til að skilja þessu. Og þessi bara úti. Já. 24-21. Káa allt í hennu komið með frábæra stöðu til að klára þennan leik. Já. Það minnir kannski svolítið á kvennalið í gær. Endur hreina rosalega vel eftir að það er jafnt. Algjörlega. Sjá hvað Meiso gerir skilja þessu. Og sjáum Lúli sendir á Binna. Og Káa bara komið í draumastöðu núna og spyrir á hvað Matteo sem skilja þessu. Og þessi inni. Káa vinnur 3-0. Káa tekur þetta 3-0. Og enda sjáum við hvað þetta skiptir á gríðarlega miklu máli. Algjörlega. Setja sig í algjöra lykilstöðu varandi deildarbikarinn. Og bara þetta snerist svolítið það hver tæki áhlaupið að undir lokin. Og það var féll Káa í skaut að ná þessu loka áhlaupi. Algjörlega. Og eins og þessi leikur tók mun skemmri tíma heldur en leikurinn í gær. Og Káa það boltasækjarnir. Þá aðeins hérna líka. Já, Káa komið núna með 14 stiga forskot á HK-lið. Eins og HK á þess að tvoleikiti góða. En ef þeir vinna þá báða með 3 stigum þá munar ennþá samt 8 stigum. En ég held að maður getur svona hálfpartið fullyrt að Káa sé búið að klára deildina. Já, ég held að það sé bara þannig og eins og þú sagði líka réttilega áðan að bara mjög mikilvægt fyrir Káa að getur núna að fara aðeins að einbytta sér að Evrópukeppni í blaki sem verður hann í Danmörku í febrúarmánuði. Já, Nefsa Evrópukeppnin, kalla og kvennalið taka átt í því. Já. Ég er kannski ekki fullyrt en ég held að sé fyrsta blaklið á Íslandi sem tekur þátt í svona alveg Evrópukeppni. Sko Afturhending reynda tók þátt í þessu held í fyrra. En ég veit ekki hvort það var þessi sama keppni eða eitthvað, ég fór ekki alveg að fullyrða það. Okay. En allavega þá þetta eitthvað sem verður mjög gaman og verður gaman að fylgjast með Káa-liðunum þar. Og það verður allt inn á blakfréttir.is. Það góð síða sem skrifa mikið blak og gerir það mjög vel. Já. Þannig að hvetjum alla, ég þykist nú reynda að vita það að þeir sem eru að horfa þessu útsendingu, þeir vita þá síðu og eru duglegir að skoða þá síðu. Það hætti því. Og hann formaður Káa-deildar, hann verður að fara að undirbúa. Hann hentar myndatökur, hann mikill athyglisjúkur Arnar. Já, þetta sé ekki fyrir skrifa undir styrktarsamningin var það ekki? Jú. Gruna það. Og vill hann líka fá. Og hann sjáum við þennan aðila sem er að verða aðalstyrktaraðili blakdeildarinnar, ekki rétt hjá mér? Jú, það er rétt. En já, við höfum bara að segja þetta gott í dag og það er skemmtilega leikur og búið að vera frábær bara helgi, blakhelgi hjá okkur á Káa TV. Það er bara að vera frábær helgi á Káa TV, búin að sína gríðarlega mikið af íþróttum, síndum fótboll í gærkvöldi og búin að sína fjórhjóla kvenna. Þannig sjáum við manni sem stendur á fyrirhauðsöldu. Algjörlega, gaman að þessu. Já, þessi bara frábært, búið að vera frábært að vera með ykkur alla helgina og þetta heldur áfram með það ekki stefnumót ekki alveg búið það nú? Það klárast bara núna eftir svona klukkutíma. Þannig úrslitaleikir einhverju í gangi þar núna eða hvað? Já, allt í gangi. Algjörlega. En svo minnum við líka á að þriðjudaginn þá mikið af leikur í kvenna handboltarum. Káa Þór á móti HK 7:30. Já, þar gerðu fína ferð suður síðast. Já, og við erum bara búin að vera að standa sér frábærlega og með sigri gegn HK á þriðjudaginn þá eru þær að fara langleiðina með að tryggja sér sæti áfram í deildina bestu. Já. Við bara hvetjum þetta til að stilla á Káa TV fyrir þá sem ekki komast í Káa heimilið. Algjörlega, en já, við þökkum kærlega fyrir okkur í dag. Takk fyrir okkur. Bless.